Hlust á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og áfram í akstursíþróttum. Það torfaran og línuna er komið með hann Árna Kópsson sem kom tilbaka á heimasætunni núna á fyrstu umferðinni á Íslandsmótinu og heill og sæll félagi. Sælir. Hvernig hefur það? Bara mest að hurða. Já, ertu eitthvað að ná að þurrka þér gráa fiðringin eftir svona kepp aftur? Ekki betra bara að njóta hans. Já, nákvæmlega. Segðu þið. Já. Herðu, hvað kom til að þú varst allt í einu komin til leiks aftur? Ég er nú ekki þannilega komin til leiks. Þetta er svona bara hobby. Já. Þetta er sport að vera að breyta sportun í hobby, sko. Ekki svona eins og þetta var alveg ódóttnu einu sinni. Já, þá varst þú eða ekki alveg, þá var þetta bara lífið þitt eða ekki? Segi það ekki, ég var á sjó á þeim tíma þegar þetta var og þetta var svona sumarsportið á sjó og veðnar. Já, nákvæmlega. En hvernig, má ég ekki kalla aðra keppendur svona gutta? Hvernig líst þér á þessa gutta sem að keppa í dag? Bara vel, flottir strákar. Það er bara ótrúlega góðir og bara fara, standa sér vel. Það er nú búið að vera það ekki ansið mikið breyting á bílum svona frá því á sínum tíma þegar þú varst á fullu í þessu? Það eru svona nokkur atriði sem hafa breyst. Sérstaklega það sem hefur breyst mest er sjálfsagt þessi samsláttadempparar. Þeir gera það að það er engin högg á þessum bílum lengur, er ekki slá saman á okkur gúmmípúðum. Mikill munur á því. Já. Síðan eru flesti bílar með tölvustýrða mótora og svona og þessum tilvíðinu ganga eru svona nokkuð klakklust. Já, nákvæmlega. En hvernig, þú komst þarna aftur, hvernig tók ekki smá tíma svona að rifja upp gamla takta á heimasætunni? Nei, ég held þetta sé nú bara, þú veist, ef þú ert búin að keyra einu sinni þá er þetta bara einhvern veginn svona natural, þú bara sest þetta stýrið og reyna að gera þitt besta. En hvernig hella er þegar þú kepptir síðast á þar? Það er ýmislegt búið að breytast þar eða ekki, eða er þetta ósköp svipað? Þetta eru bara alltaf nýjar þrautir og svoleiðis. Hella er náttúrulega einstaklega gott keppnisvæði. Þú veist, ef þú veltur og þá lendur bara næstu undantekningarlaus bara í sandi, mjúkum sandi og bara mjög skemmtilegu staður til að keppa á. Já. Það er kannski sem að áhorfandinn kannski áttar sig á. Það skiptir það ekki stundum máli hvernig sandurinn er sem þið eru að keppa á, hvernig upp á lendingu og fleira? Já, þá bílið skemmist ekki eins mikið. Já. En fyrir keppandur sem slíkt þá er það náttúrulega ef þú veist að fara með mjög háar brekkur og bílinn fyrir að enda stingast þá náttúrulega geta það orðið svolítið mikil högg en hraðin er tiltölulega lítill á þessum bílum. Þannig þessar veltur er frekar mjúkar og lítill hraði. Og náttúrulega góður búnaður, góð belti, sæti og þetta svona er bara í nokkuð góðu standi á þessum bílum. Þetta er allt svona gert ráð fyrir það að þeir eigi að geta voltið á þess að maður slasir. Já. En svona það sem þú sást að keppninni, hvernig heldur þetta Íslandsmót verði í sumar? Heldur þetta verði mjög jafnt eða er ykkur að fara að stinga af svona? Það sem er svolítið flott við þetta, það er margir svona jafngóðir keppendur. Og náttúrulega er að koma það nýju strákar inn og svona og þeir eru grimmir og keyra vel Þannig að það verður mjög gaman að fylgjast með þessu, það verður gaman að fylgjast með Þór Formar á kórdrengnum sem er náttúrulega búin að vera í nokkuð mörg ár og síðan náttúrulega kom einn bíl utan frá Noregi og síðan er bara þessi drengir sem er að gera það, keppa, þetta er flotti strákar Já, flottur andi í þessu öllu og síðan náttúrulega er Ameríkuferð í haust. Já. Þú skelltir í fyrra eða ekki? Jú, það var þetta var ákveðið fyrir svolítið mörgum ári síðan að fara í Ameríkuferðina þegar henni yrði og stóð við það. Já, og hvernig gekk þér þar?
Já, það gekk ekkert. Það voru með þessa fínu skiptingu sem var byggðist að þóla alveg 2000 testablöð eitthvað og nema það var eitthvað piklis í henni sem að gerði það verkum að við vorum bara í hita vandamálum í skiptinguna og náðum samt ekki að kveiki í henni þó við tekið vel á henni en stígin urðu fá. En hvernig svona, já, það nú orðið ansinn Norsarinn, hann orðin svolítið öflugur í torfærinu og já, mér sýnist Kaninn, hann ætlar eitthvað að reyna við sig í þessu, eða ekki? Já, sko, Nójarinn nær okkur aldrei, sko. Nei, þú ert alveg með það á hreinu. Já, það alveg á hreinu, en sko, Amerikaninn, hann mikið trúlegur til þess að kíkja þessu svolítið vel. Já. Það þá eitthvað út af því að það bara svo fjölmennt eða ódýrt eða þeir svo snjallir að byggja bíla eða? Nei, ég veit það nú ekki hvort að sé það sko. Það orðaði einn Amerikan þetta svolítið skemmtilega. Við varum að spjalla við hann þetta í Amerikum fyrra. Hann sagði svona að you are clever. You take 2 sport in 1. Já. Þá sko við myndum nota 2 keppnir í einni. Það sko mud racing og hill climbing. Já. Þannig að svoleiðis horfum við þeirra á þetta sko. Já. Ég hef aldrei dottið þetta í hug fyrr sko að þetta væri 2 fyrir 1 eða þannig. Já. Og þegar maður fór svona að velta þessu fyrir sig þá sama það. Þeir náttúrulega nota skóplurnar í mud race og fjörhjólaðarsbílana í að keyra upp brekkur. Já. En þarna náttúrulega brekkurnar orðnir svolítið meiri heldur en hjá þeim sem það sem þeir eru að keyra í þessu rockbonsir. Þeir eru meira að keyra í svona hörðu efni, grjóti og láta bílana skoppa upp í loftið og lenda hjólunum aftur og reyna að komast upp. En við erum bara að reyna að komast upp það sem lóðrétt sko. Það sem eiginlega fattist ekkert vera hægt að keyra og eins og að keyra á vatni og svoleiðis sko. Bílarnir konum með það ekki mikið vélarafl að það er að keyra á vatni sem náttúrulega allir vita að það getur vera hægt. En þannig að Amerikaninn, hann fílaði þetta nokkuð vel sko. Norsarinn, hann nú ekki hrifinn að svona mýrinni og svona þeir hafa ekki verið mjög ánægð með það. Nei, Norsarinn svo miklu sveitamenn að þeir setja sko það háa takmarkanir á bílunni hjá þeim. Já, meina það? Já, þeir skildist það væri svolítið. Þeir komið með þessar háa löggjöf og maður svona, hvað það? Þetta bara hluti af sportinu. Þetta ekkert á að heyrast í þessum bílum. En þú varst nú heldur betur góður samt í vatninu núna. Þú varst hvað, 2 eða 3 kílómetrum frá heimsmetinu? Já, svona frá því að það var mælt. Sko, ef ég hefði velti fyrir mér áður í lagðu á stað að maður gæti þar eitthvað kýtla heimsmeti sko, þá hugsa ég hef nú slegið það sko. Já. Að því sá sem Bubbi þegar hann tók heimsmeti sko, þá var hann bara útslætt á mótornum, alveg bara á grenjandi snúninga. Ég sló var allavega 2 sinnum eða ekki 3 á leiðin yfir á vatninu sko, þannig að ég hefði alveg getað náð talsveit meiri hraða. Já. Þannig að við sjáum kannski þig og heimasætun og Hellu á næsta ári? Eða? Það aldrei að vita sko. Já. Það bara ekki ósennilegt sko. Nei, nákvæmlega. Það var náttúrulega, já, einn af þínum helstu keppinautum í hann Gísli, hann var náttúrulega, hann var eða ekki alltaf góður á vatninu? Gísli var nefnilega sko, hann var að byrja þegar ég var að hætta. Þannig að Gísli hann náði aldrei að vera keppinautur minn sko. Nei. Að ég man nú ekki nákvæmlega hverju voru svona helstu keppinautarnir mínu. Nei. Guðberg og Guðbergs var þarna einhvern tíma var að klóra í þetta. Og þetta svo langt síðan maður. Það þarf sagnfræðing til þess að finna út úr þessu. Já, nákvæmlega. En svona í sumar, munum við sjá meira af þér og heimasætinu? Ég veit ekki hvernig það verður sko. Ég hugsa ekki sko. Nei. Ekki nema að það kom einhverja hugmyndur að mæta á Akureyri, en það ekkert búið að ákveða eitt eða neitt. Nei, nákvæmlega. Það fara á Akureyri sko á 17. júní sko. Já, nákvæmlega. Hvernig var þetta, já, hvað langt síðan þú kepptir til og með síðast á Akureyri?
Sko, vá, það rosalega langt síðan maður. 92 sjálfsagt eða 1 eða 2 eða eitthvað. 92, held ég. En ég fór, sko, þegar ég eignaðist, ég hef náttúrulega búin að eiga bílinn, þetta í þriðja skiptið sem ég eignaðist, eða smíða hann og síðan seldi ég hann og síðan eignaðist ég hann aftur og seldi hann aftur og síðan keypti ég hann aftur, þannig að þetta var svona smá hrærigrautur. Sko, við fórum með hann í eina keppni í Vestmannaeyjum fyrir einhverjum 4-5 árum eða eitthvað. Já, það passar. Og þá hafði ég keypt hann, sko, frá því bara hérna í den og það gekk nú vel, við unnum þá keppni en það var nú gaman að segja frá því, sko, að þetta var nú gert með smá hraði að breytinga það sem við gerðum á bílnum þá en gleymdum að huga að því, sko, að fá eitthvað vélarafl í mótorinn. Daginn fyrir keppnina þá vorum við staddir niður á Höfn í Vestmannaeyjum, í Friðaröfn og að reyna að stilla mótorinn alveg hægri fram og hann var svo kraftlaus að hann spólaði ekki á bara svona mjóum skurðarskífum eins og kalluðu það. Hann spólaði ekki á þeim einu sinni. Nei. Og við reyfum allt rafkerfi úr bílnum til þess að reyna að finna út hvað myndi valda þessu en hann lifnaði nú svolítið við á nítróinu. Já. Og svo slöðum við á staði í keppnina, sko. Já. En segjum að við sjáum þig ekki kannski, við sjáum þig kannski á Akureyri, þú ert alveg að gefa það út en er eitthvað í boði eða eitthvað annar keyrir jafnvel heimasætunni eitthvað í sumar? Það hefur ekkert verið rætt. Nei, það er hernaðarleyndarmálið þegar ekki? Já, ég meina það hefur ekkert verið þessari spurningu eins og verið velt upp, held ég. Nei, nákvæmlega. En svona ef þú spáir í spilin núna, það eru svona, menn að tala þetta verði keppni að jafnvel á milli bara 4-5 keppanda í sumar í Íslandsmótinu. Já, það flott. Og hvernig svona myndið þú halda svona með hvað þú sást til þarna á Hellu? Sko, það er svolítið erfitt að segja til, sko, því þetta náttúrulega getur breyst á ótrúlega skapur hraða, en ljónið er náttúrulega alveg tvímælalaust, hann keyrir mjög jafnt í gegnum þetta og verður gaman að fylgjast með honum. Og svona, þetta hann byrjar mjög vel og síðan er náttúrulega hann hérna Atli Jamil, hann hefði hann ekki sett bílinn á hvolf, ég veit ekki hvað hann hefur lent á, hann er flottur og það eru flotti strákar, sko, öflugir strákar og hérna en það verður mjög gaman að fylgjast með þeim, alveg virkilega. Svo eru náttúrulega ákveðin nýliðar eins og Geirivert á sleggjunni og svo sjáum við þarna, svo veit maður ekkert hvaðan Haukur komin á nýjan bíl þarna sem heitir hvað Hekla eða ekki? Jú, Haukur, já. Já, þannig að maður veit ekki hvernig sá bíl kemur út. Nei, það verður gaman að fylgjast með því. Ég er svona óttalega nýlið, ég veit ekki hvað mikið af þessu strákum heitir einu sinni, sko. Nei, mitt nákvæmlega. Það ekki bara bílana? Já, svona útlitið á sömu bílana, ég man aldrei hvað þeir heita, sko. Nei. Það var svona skemmtilega ómanglöggur þar á ekki. Já. En þessir sleggjan og þessi bílar, þetta eru margir bílum, bara mjög ferskir, sko. Já. Eins og maður sá þarna á Hellu að þetta kom vel út í það. En svona án þess að ég seti beint á þig fyrir utan þig, hver er besti torfærukappi allra tíma hérna á Íslandi? Já, þetta var góð spurning. Já. Það er erfitt að blanda þessu saman, bara hver er besti ökumaður? Það er náttúrulega... Hérna Gísli er ógeðslega flottur dræfir. Og síðan er náttúrulega hann hérna, hver gerðingurinn? Já, Snorri Þór. Báðir Snorri og Halli P. Báðir, þessi þrír hafa verið svona, myndi segja nokkuð góðir, sko. Og síðan er náttúrulega hérna Gulli Helga, náttúrulega helviti góður. Já. Síðan náttúrulega standardflokkin þekki ég náttúrulega ekki eins mikið. Nei, nákvæmlega. Ég hef ekkert fylgst hann með hann. Það er margir fullt af góðum strákum þar, sko, sem eru flottir bílstjórar, sko. Já. Það er kannski eina sem við vantar svolítið núna inn í torfæruna því að séri útbunnu það er nóga skráningu í það og svona, það vantar kannski aðeins fleiri göttubíla.
Já, ég keppti einu sinni á göttubíl, fyrsta keppni sem ég fór á. Já. Það var bara ein. Já, það var eitt sumar sko. Og ég held ég að fengi fjórða setið alltaf. Já, alltaf fjórða, Og var það á 4 keppendur? Nei, ég man ekki hvernig þetta var langt síðan sko, þetta byrjaði 88 eða eitthvað sko. Man ekki hvernig þetta var sko, þetta orðið. Ég var nú bara eins á stál, þannig að maður talar eins og maður séð 1000 ára. Já, segðu nákvæmlega. En Árni Kársson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég vona svo sannarlega við munum sjá til þín allan á Akureyri. Já, við bara sjáum hvernig neðan lífið fyrir með maður. Já, er það ekki? Já, jú. Bara bestu þakkir fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best og hafa það gott. Bara flott hjá okkur. Takk fyrir. Ok, blessaður. Já, keppni náttúrulega í Reykjanesi næstu helgi og já, svona tímaskráin kemur núna í tíma og ótíma. Þetta náttúrulega núna hefst á laugardaginn á Suðurnesjunum og það að gera mæta á þessa keppni Íslandsmóti í torfæru önnur umferð. Það allan ekki mikið sofi hjá ökumönnum og teimunum þessa vikuna, það veit maður alveg fyrir örugt. En nú það í bili, ég ætla að þakka ykkur fyrir hlustunum kvöld, ég fallinn á tíma og öll viðtöl og þætti kvöldsins þetta nálga inn á sportátturinn mánudagskvöldin á Facebook síðunni. Svo minn ég á heimasíðunni á suðurlandfm.is, þar þetta nálgast önnur viðtöl úr öðrum þættum og gott betur en það. En þangað til, njóti vikunar með okkur á Suðurland FM og það alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast. Takk fyrir og farið vel með ykkur. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.